Núna erum við búin að skoða og sjá svona langflesta þætti JavaScript sem máls, sem sagt út frá ECMAScript 5 útgáfunni og þegar kannski líka fundið fyrir því við að nota það eru svona ýmsir kannski vankantar á málinu og svona hlutir gætu verið betri og eftir því sem maður vinnur meira í því þá finnur maður meira og meira fyrir því og það var mjög mikil lægð í þróun á málinu frá því að það varð svona rosalega vinsælt aftur upp eða svona varð rosalega vinsælt upp úr 2008-2009 þegar Node kom fram og Douglas Crockwood gaf út bókina hérna JavaScript The Good Parts þar sem hann var svona að segja hei, þetta er ekki algjört drasl, það er hægt að nota þess að gera eitthvað alvöru og svo fór fullt að spekka út og búa til nýja eða svona laga feature og bæta við feature sem gera það bara betra að vinna með málið og þeir komu síðan út í júní í fyrra og þetta er þá eftir útgáfu 5 og oft kallað ECMAScript 6 en officially heitir þetta ECMAScript 2015 og já, þetta kom út núna fyrir rúmu ári og er svona, já, stuðningurinn hefur verið að aukast hægt og rólega og hann er alltaf meiri og meiri en hann er ekki orðinn að fullu útfærður í öllum túlkum fyrir alla feature-a. Þetta er náttúrulega tvær víddir sem við erum að horfa þarna því að þetta er náttúrulega alveg þegar maður skoðar þetta svona í heild sinni þá er þetta rosalega mikið af nýju efni sem er eða svona nýjum virkjum og nýjum featureum í málinu og þeir eru misvel studdir og svona almennt séð er stuðningurinn ekki orðinn það góður að við getum bara notað þetta almennt. Við getum ekki bara hægt að skrifa í ECMAScript 5 sem sumir kalla líka svona vanilla JavaScript og byrja að nota bara ECMAScript 2015 bara án þess að gera eitthvað. Ef við skoðum hérna svona compatibility table sem er til fyrir allar útgáfur af ECMAScript þá er hérna þessar tvær víddir sem eru featurearnir og síðan túlkarnir. Hérna eru compilerar og polyfill, desktop browsers, servers og runtimes og svo mobile. Og ef við skoðum hérna þá er Chrome 53 sem að ég er að nota er svona með að mér sýnist bestu svona fyrir utan hérna SF10 Safari 10 sem er ekki komin út þannig að þetta er svona ákveðin keppni hérna í gangi sko að vera með svona besta stuðningin og svo sjáum við hérna E11 til dæmis er bara með 11% stuðning þetta er alveg gífurlega lítið þannig að við sjáum með þessum E11 hérna með 11% þannig að þetta er að aukast en það er í raun samt þannig að við getum ekki bara nota þetta bara blind og vona það besta og svo er hérna þeir sem eru í forritunarmálum og eru þar við erum búin að læra hérna hala endurkvæmni þá er hún ekki komin til staðar nema hérna í Safari 10 WebKit þannig að það verður gaman þegar hala endurkvæmnin verður komin en það sem við gerum til þess að geta notað í dag þessa virkni er að nota transpiler og transpiler er tól sem við notum til að þýða úr ECMAScript 6 og nýrri featureum sem að við getum verið að nota því að það eru hérna ECMAScript 2016 og þetta ECMAScript Next og svo eru hlutir sem eru í raun bara verið að svona byrja að hugsa en það er nóg til þess að einhver hafi farið og búið til útfærslu af þessum pælingum og látið eitthvað svona transpiler styðja þannig að það sé að byrja að nota það í dag en það sem við þurfum þegar við höfum svona transpiler sem er þá eitthvað svona eins og eitthvað bildskref á milli þess að skrifa í ECMAScript 6 og yfir í það túlka í ECMAScript 5 þá þurfum við að setja upp eitthvað svona eitthvað tól og það er það sem við munum fara að skoða á mánudaginn þegar við setjum upp svona ýmis tól til þess að hjálpa okkur og gera almennu vinnuna sem við vinnum í vefforritun auðveldari. Þannig að núna eru þið búin að vera svona alveg bara með þetta eins hrátt eiginlega og hægt er, ekki nein tól, ekki nein library, skrifa bara DOM-aðgerðir hérna eins og engin sem morgundagurinn og þið svona viti núna, þetta er það sem liggur undir. Þannig að núna getum við fara að byggja ofan á þetta svona einhver skemmtileg tól sem að einfalda þetta, en við vitum hvað liggur hérna undir og hvað þetta notar.
En sem sagt transpiler í raun compiler eða þýðandi sem þýðir úr forritunarmáli í forritunarmál. Þannig að hann ekki að þýða úr forritunarmáli í bytecode eins og gert fyrir Java eða í assembly eða eitthvað svoleiðis, heldur þetta í raun bara búa til úr einu forritunarmáli í annað. Og þannig að þetta með því að nota transpiler fyrir JavaScript, ECMAScript, þá getum við farið að nota í dag virkni sem kemur ekki fyrir í framtíðinni. Þannig að þetta svona svipað eins og polyfill pælingin með svona library og virkni eins og við skoðum með CSS og það. Og sá sem vinsalastur í dag sem sagt transpiler sem heitir Babel, hét fyrst ES625, skrifað á einhverjum frönskum framhaldsskólanema sem lætur manni svona alltaf líða bara svona, vá, ég ekkert svaklega góður forritari. En í dag orðið bara svona rosalega þroskað og gott verkefni sem leyfir okkur í raun að þýða þannig á milli. Og þá sjáum við hvernig við innstillum þessu og þetta einmitt það sem við ætlum að fara að læra á í næstu viku npm. En svo vill bara svo til að þessi vafri sem ég í náttúrulega með stuðning við þetta mest allt, þannig að ég ætla bara að nýta mér það og ég ætla að reyna að búa til nýjan desktop svo ég geti skipt á milli þannig að verða klikkaður á MacOS sem stýrikerfi. Svona. Þannig ég ætla að nota þetta bara til að sýna dæmin eins og ég hef verið að gera. En svo ætla ég líka að sýna ykkur svona hvernig þetta virkar Því að við getum farið hér og opnað Babel og þá sjáum við svona, hér skrifum við í ECMAScript 2015 og svo fáum við transpilað JavaScript hér. Þannig að þetta er eitthvað sem kunnuglegt fyrir okkur. Verið að mappa yfir fylki af tölum og engin spoilerar, við komum að þessu. En fyrsta virkni sem er svona verst að taka fram og breytir í raun töluvert miklu og einfaldar margt let og const. Þetta nýjar leiðir til að skilgreina breytur. Let býr til blocked scoped breytu án þess að vera með þessar hosting-reglur sem ég talaði um. Og þetta í raun bara við algjörlega skiptum út því að nota var og notum bara let í staðinn. Alls staðar sem notum var, notum við bara let. Svo erum við líka með const sem eru blocked scoped fastar og sem fastar þá banna þeir endurskilgreiningu en þeir banna bara endurskilgreininguna á grunngildinu. Það er að segja að þeir banna það að þú breytir úr streng yfir í tölu eða úr fylki yfir í tölu eða úr array yfir í streng en þeir leyfa þér samt að breyta efninu inn í hlutnum sem svona það í raun alveg konstant? Nei, en það samt betra en ekki og það mjög góð vani að skilgreina sem flesta breytur með const af því að vera með svona að líta á state þá breytur sem immutable þannig að við séum ekki að taka ykkur að breytu og vera sífellt að breyta breytinni þó hún heitir breyta það getur hjálpað okkur við það að losna við marga bugga af því að við erum í raun ekki að fara að gera einhverjar breytingar sem að við sem að eiga við eitthvað ofar þar sem við verðum að gera eitthvað aðra útreikninga og þá líka bara lendum við ekki sjaldnar í því að vera að gera þar villur að endurskilgreinda að breyta gildinu breyta úr streng yfir tölu eða eitthvað en með let þá fara hlutirnir að virka svona eins og maður myndi gera ráð fyrir svona í byrjun þannig að við skilgreinum A og A þá skilgreind hér fyrir skópið sem ist og svo búin til nýtt skóp, nýtt blokkskóp og þar A líka til og hér fáum við í raun bara þetta fram 2 og 1 þannig að þetta töluvert breyting við var af því að þetta lagar svo marga skrítna hluti sem maður getur lent í þá hefðum við lent í eins og við tókum dæmi í fyrirlestri að ég var að skilgreina ofan á sömu breytuna þannig að it's already been
Ef við gerum svona, fáum við 2 og 2, af því að hún yfirskrifar í ytterskópinu. Svo const, þannig að hérna erum við með a og ætlum að bara breyta gildinu og hvort sem við ætlum að breyta í einhverja aðra tölu eða í streng eða eitthvað, þá fáum við bara exception þegar við gerum það á keyslutíma. Þannig að þetta getur náttúrulega vissulega valdið vandræðum, en ef við notum rétt tól þá eigum við að geta gripið þetta alltaf áður en þetta gerist í keyslu, í production, þar sem að buggar verða til hjá einhverjum öðrum en okkur. Það er alltaf leiðilegt. Og hérna sjáum við hvernig gerist ef við erum með fylki. Þá getum við búið til fylkið og svo getum við bætt við fylkið. En við getum ekki endur skilgreint þetta í eitthvað annað fylki. Þannig að núna er b hérna 1, en ef ég reyna að segja b er jafnt og 1, þá er það bannað, en ég má segja b1 er 2. Það er í lagi. Þá erum við bara að bæta við fylkið. Þannig að við megum eiga við hlutina sem const skilgreinir, en við megum bara ekki breyta grunngildinu. Svo hafið þið nú kannski ekki það mikið þurft að díla við að fara að skrifa svona langa og flókna strengi, þar sem er að konkata margar breytur. Það verður alveg ferlega leiðilegt, sérstaklega ef það fer niður fyrir eina línu. En til þess að laga það er komið svo template literals sem leyfir okkur bara að vera vinna með betri strengjavinnslu. Nota svona furðulegt tákn, sem sagt backtick, sem er á Makka er allt stjarnatakkin og svona ætti að vera aðgengilegt held ég á líka Windows lyklaborði bara, eins og hægt sé. En þetta er notað til að skilgreina strengi sem eru þá template literals, ekki bara strengir. Og þá getum við sett inn segðir í strengin án þess að þurfa að reyna að loka strengnum, setja inn segðina, opna nýjan streng og sem er síðan konkata allt saman í nýjan streng. Af því að það býr til n strengi fyrir hvert streng sem er þarna, n plus 1 strengi, það er búin til strengur á hípnum fyrir fyrsta strengin og svo er segðin keyrð og næsta streng og svo er búin til nýr strengur úr öllu saman sem er, að menna þetta bara keyrir yfir allan strengin og við fáum bara 1 streng. Og svo getum við auðveldlega skilgreint streng í mörgum línum. Þannig að þá verður þetta, hérna erum við með eitthvað hlut sem inniheldur eitthvað gildi, svo búum við bara til strengi hérna með backticki og byrjum svo að skrifa og svo kemur þessi hérna syntax sem er svona dollar curly bracket og inn í hann getum við sett segðir. Þannig að hérna getum við sett bara foo x, foo y og svo getum við hérna sett jafnvel einhverjar en flóknari segðir hérna inn. Þó að það sé yfirleitt ekki ráðlegt, bara búið til breytur sem við síðan vísum í, en við getum það. Og hérna fáum við þetta út þennan streng í 2 línum. Og við sjáum hérna að hér er ný lína, en ef við keyrum þetta hérna, þá fáum við bar, er í raun þessi strengur í 2 línum. Og svo getum við núna, til gamans, skoða hvað gerist ef við ef við tökum þetta hérna núna og setjum þetta í Babel og við skrifum í raun eitthvað, svo myndum við setja það inn hér, og þá verður þessi hérna strengur, þegar búið að keyra hann í gegnum transpælerinn, hann verður að þessu hér. Þannig að þá sjáum við hérna hvernig þetta er concatenationið, þar sem að hérna er sett í raun new line in, hérna er reyndar eðið skipt út fyrir hex-gildið, en þannig að þetta er í raun, svona myndum við þurfa að skrifa þetta ef við ætlum ekki að nota string literals. Þannig að þetta er töluvert betra og í raun leyfir okkur að vera svona agaðri í því að vinna með strengi. Svo er svona sú virkni sem er hvað skemmtilegust er arrow functions eða þessi nýji virki sem er hérna fat arrow, þessi hér með jafnt og merki stærra en, og hann er notaður til þess að skilgreina þetta hérna kemur í staðinn fyrir function skilgreiningu. Þannig að þannig getum við fengið svona stutta skilgreiningu til að búa til anonymous föll. Og ef við erum bara með eina færibreytu þá megum við líka sleppa svigunum fremst, og ef við erum bara með eina segð eða eitt statement hægra megin,
þá megum við skilgreina það bara án þess að hafa curly brackets, annars getum við skilgreint margar margar stæðir eða margar línur hérna innan þessa og svo skila bara með return. Þannig að þetta verður bara í isolated scope og þetta lætur svo this gildið vera á því falli sem kallar í þetta. Þannig að this gildið inn í arrow-föllum það sama og það í skópnum sem að það kallað í það. Það gerir það verkum að það verður þægilega að vinna með þetta í hlutum þar sem við þurfum ekki að vera að passa upp á að hafa rétt this gildi. Og þau hafa ekki svona arguments hlut eins og variadic föll í ECMAScript 5 hafa, en það samt við sjáum eftir, það önnur leið til þess að geta gert svipað. Þannig að þá þetta dæmi hérna að margfalda yfir í raun verður töluvert einfaldara og læsilegra þar sem við erum bara með fylkið og svo segjum við hérna, þannig hérna í raun svona stysta í raun minnsta náttúrulega bara identity fallið sem bara yfir í en hérna svona með minnstu dæminu sem við getum fengið. Að þarna erum við að fara yfir fylki og margfalda hvert gildið í með 2. Þannig að þetta verður alveg miklu þægilegra og bara snyrtilegra en áður. Og svo hérna getum við séð hvernig þetta verður, ef að bæði í raun orðið eitthvað lengra. Hérna getum við for each í gegnum fylkið og búið til breytu sem þá bara skópt hérna inn í og loggað hana út. For each tekur hérna 2 gildi sem sem í raun gildi sjálft og svo indexið sem þá bara staðan í fylkinu sem við erum að fara í gegnum. Og alltaf að endurskilgreina breytur hjá mér. Þannig að hér verður í raun þetta verður hérna 024, við sjáum B hérna og svo hérna erum við bara ídra í gegn og logga þetta út. Og ef við skoðum hvernig þetta síðan verður hér og sjá að þetta ekkert mikið flóknara svo sem að hérna þarf við bara að kalla á þetta með aðeins meiri syntax fyrir function og sama hérna. En þetta svona lítið en já, gott. Array functions. Svo fáum við spread operator og rest operator en það þegar við notum svona 3 punkta til að skilgreina við að taka einhverja breytu og svona breiða úr henni, spread henni út og eða þá að hún innihaldi einhverja rest og þetta kemur þá í staðinn fyrir arguments í föllum þar sem við getum sagt í raun eins og hægt í scheme þá getum við verið með hana hvað ekki x og svo hvað heita þetta xds xs þannig nei þannig þegar þú kallar í og ertu með þegar þú spýr til kallar og kar þá setur þú x og svo kemur restin þannig að þú ert alltaf að vinna með restina en það svona það svipur virkni þannig að við getum búið til fall hérna eins og sum sem að tekur þá inn restina hérna menn þetta segir bara taktu öll þau gildi sem koma inn í þetta fall og þau fara öll inn í args fylkið þannig við það að kalla þetta hér með einhverjum fjölda af færibreytum þá fáum við bara fylki sem heitir args sem inniheldur öll þau gildi sem við notum þannig að í þessu hérna tilfelli þá fáum við bara 1, 2, 3 inn og inn í fylkið ef við gerum svona og bætum við hérna og sjá við köllum í það með 1, 2, 3 við fáum fylkið 1, 2, 3 og síðan notum við hérna reduce og notum svo arrow function þannig að þetta verður allt mjög nett og fínt og svo hitt að við getum búið til fylki og spreadda því út inn í fallið þannig að við getum sagt hérna þá þetta spread operatorinn að meðan þetta hérna hann að virka sem rest og þá getum við sagt hérna 1, 2, 3 4, 5 og þá þetta hérna túlkað þannig að það tekið þetta fylki því spreddað út þannig að það kallaði sum með sum færibreytan 1, 2, 3, 4, 5 sem síðan fer hérna inn í annan fylki ekki kannski mest sein dæmið
en sýnir í raun báðar virkninnar á þessum operator. Og svo hægt að nota einmitt þennan hérna þetta í öðru sem við sjáum eftir, sem mjög skemmtilegt. Svo fáum við sjálfgefin gildi í föllum sem alveg losar okkur við mjög leiðinlega svona leiðilegt check, þar sem við erum að nota svona shortcutting eitthvað til þess að hérna fá einhver sjálfgefin gildi. Þannig að ef við myndum skilgreina þetta og reyna svo að leggja eitthvað saman sem kemur inn eitthvað undefined og undefined og þú veist undefined plus undefined og þetta, og það verður bara einhver leiðindi. Þannig að ef við gerum hérna og sjáum console log ab, þannig að þá hérna 1 í raun það sem við sendum inn og yfirskrifar þá það gildi sem sjálfgefið hér, á meðan að b ekki send inn og þá bara 0. Og svo ef við sendum einhver önnur gildi, þá þau bara yfirskrifa sjálfgefnu gildin. Svo þetta destructuring, sem þegar við tökum fylki og hluti og við viljum sækja eitthvað úr þeim. Við erum með fylki og við viljum í raun fá hérna fyrstu töluna og hugsanlega einhverja rest, eða við viljum fá eitthvað úr hlutnum og við viljum gera þetta í raun án þess að þurfa að segja hérna hlutur.fú, hlutur.bar, hlutur.bar, svo við viljum bara einhvern veginn geta fengið þetta allt í einu. Og þetta er svona reynt að gera þannig að þetta virki svona intuitíft og þetta dreifur úr hlutum í þær breytur sem maður skilgreinir. Og svo getum við skilgreint sjálfgefin gildi ef ekkert kemur úr hlutnum, og ef við í raun segjum að einhver breyta sé sem við viljum fylla inn í en hún kemur ekki úr hlutnum, þá fáum við bara undefined en ekki villu. Þannig að það er hægt að nota þessu frekar svona örugglega. Þannig að þá getum við sko hérna fyrst, þetta er svona eins og hérna ekki array comprehensions í Python, eða kannastu það er. Ja, samt ekki það gott sko, en þannig að hérna segjum við að við erum með einhvern lista sem inniheldur 1, 2, 3 og svo segjum við hérna búðu til breyturnar A, B sem matcha við listan og taktu fyrsta stakið, settu það í A, taktu annað stakið og hunsaðu það, taktu þriðja stakið og settu það í B. Þannig þá fáum við 1 og 3 hérna í B. Og svo getum við sett hérna x y eða bara x rest jafnt og list. Þá fáum við x sem 1 og svo rest er 2, 3. Þannig getum við notað þetta til þess að í raun höggva af lista fyrsta gildi og taka svo restina og gera eitthvað annað við hann. Þannig að ef þið munið að ef ég man rétt skýmið mitt og lispið mitt, þá er þetta mikið notað þar til þess að vinna endurkvæmt með hluti. Og svo getum við gert þetta sama hátt við hluti, nema þá erum við ekki með hérna indexa, heldur með bara nöfnin, lyklana, og þá erum við hérna með lykilinn fú og lykilinn bar, og þá gerum við eins, nema þá notum við í raun hérna curly bracket en ekki square bracket til þess að segja að við séum að deconstructa þennan object yfir í þessar hérna breytur, og þá mun það leita að fú hér og tengja þetta saman og gefa mig gildið 1 inn í fú, bas inn í bar, en bas á sér ekkert gildi, þannig að það verður bara undefined. Þannig að við fáum hérna 1 bas og undefined. Og samaskapi getum við gert eitthvað annað gildi sem við erum búin að nota, C A 1 nei svona B 2 C 3 alveg. Hvað er ég að gera vitlaust?
Ok, ég er ekki alveg viss hvort þetta er stutt eða eitthvað, eða ég sé að gera eitthvað villu, en þetta alltaf á að vera hægt. Nei, þá er þetta að gera þetta beint hérna. Þetta er eitthvað, ég ætla ekki að staldra of lengi við. Sjáum, það líka, við getum séð hvað hérna. Nei, koma ná að vera. Hérna, sem sagt, á þetta að virka í þessu. Þannig að við getum séð hvað gerist ef við keyrum compiler-kóðan D og C. Þannig að virkar þetta sem ég var að reyna að sýna. Þannig að sjáum að það verður aðeins hérna flóknari útfærsla svona, en fáum í raun út það sem við viljum. Þannig að það er líklega bara ekki stutt í Chrome. En svo, eins og við vorum að skoða hluti á mánudaginn, þá sagði ykkur að það væri hægt að fá svona sigur, svona syntactic sjúkar, sem er í raun bara einhver leið til þess að vinna á þægilegri hátt með undirliggjandi virkni í málinu. Þegar við geta bæta henni við, þetta er bara svona hjúpa og gera þetta svona auðveldara í notkun. En þá getum við fengið, þá fáum við class lykilorðið og við fáum líka extends, constructor, super, static og gettera og settera til þess að geta búið til í raun bara classes. Þannig að þá getum við búið til hérna einhvern class, hann á sér constructor sem keyrir þegar við njúum hann, hann á sér fall hérna sem er í raun bara member fall á hérna klassanum, hann getur átt sér static fall sem við getum kallað því þá án þess að instantiata klassan og við getum skilgreint hérna gettera og settera fyrir name. Og þá setjum ég hérna underscore á name af því að annars myndum við vera að yfirskrifa hérna name, þetta name sem við varum að setja í breytuna. Ef fallið og breyti geta ekki átt saman af. En þetta er stutt hérna í Chrome class. Þannig var ég aðeins og næstur í copy-pastinu. Þannig að þá fáum við bara hérna, það er búið að skilgreina þennan class og ef við skoðum hann hérna þá er hann bara þessi skilgreining og þá getum við sagt foo jafnt og new foo Óli, notum eitthvað annað en foo og bar oh my god name, svona þá er þess name orði eða þú veist þessi n breyta orðin þessi klassi hérna eða þess breyta sem er tilvikað af svona klassa og ef við segjum hérna hi þá skilur það okkur þessu ef við segjum name þá er það Óli Óli skóli en name og svo getum við kallað því hérna foo bar sem var static það er 1 og n bar en það er ekki, það er ekki static þegar við erum að kalla það á hérna, tilviki. En þessi hérna verður síðan mjög kunnulegur þegar búið að transpæla án þess að taka hérna. Því þá sjáum við hérna að hérna er einhvern svona hjálparfall sem heitir create class og class call check sem að gera einhverjar svona æfingar sem að passa upp á að við séum ekki að gera einhverju villísu. En sjá hvað er í gangi hérna? Get ég ekki skrollað? Já, nei, þetta notar ekki prótímuna heldur notar þetta þessi hérna hjálparföll til þess að gera alls konar glóriur til þess að búa til hennan klasa. Þannig að það notar ekki prótímuna, misminni. En hérna er þetta sem við erum að nota, þetta dæmi sem við erum að taka. Og svo þegar við erum núna að skilgreina objekta, þá þurfum við ekki lengur að skilgreina bæði lykil og gildi ef þau heita það sama. Og við getum búið til lykla sem eru í raun með einhverjar sæðir í sér. Og þegar við búum til föll á hlutum, þá þurfum við ekki lengur að skilgreina function keywordið. Þannig að við getum
gert svona áður fyrr, eða í ECMAScript 5 þá þurfum við að gera A2.A og B2.B og hérna getum við skilgreint lykil dýnamískt sem tekur gildið úr einhverju og býr hann til út frá hérna CA sem þá 1, þannig að þetta verður þá foo1 verður bar. Svo erum við með object föllin, þannig að hérna erum við með object og við getum búið til fallið beint inn í honum án þess að þurfa að skilgreina function. Svo kemur svona aðeins flóknari virkni og við getum búið til svona iteratora og generatora í ECMAScript 6 sem eru þá leið til þess að búa til einhverja lista, endalausa lista jafnvel, sem skila bara gildunum þegar þarf. Og við fáum nýjan svona for ídrarar sem heitir for off til að fara í gegnum þetta og þetta svona lazy evaluation, latur útreikningur, þannig við þurfum ekki að vera að hugsa það að afmarka okkur í því þegar við erum að skrifa lógíkunum okkar, við þurfum ekki að vera að hugsa einhver endast skilyrði, heldur bara skilum við alltaf einhverju skilyrði og svo sem kallar í iteratorinn okkar, hann sér að passa upp á að vera ekki of mikið. Og það eru iteratorarnir, svo eru generatorar, það eru föll sem skilgreind með function stjörnu og svo eru þeir með yield lykilorðinu sem í staðinn fyrir að segja return, þá yielda einhverju gildi. Þannig að við getum svona klassíska leiðin eins og svona 80% af öllu því sem tekið í þegar maður lærir svona ídranir er náttúrulega Fibonacci og þá getur þið hugsað Fibonacci raunan er náttúrulega óendanleg. En við erum aldrei að fara að reikna hana alla til þess að láta eitthvað fá 10 gildi af henni eða eitthvað. En þarna getum við bara náttúrulega mjög naív útfærsla, en þá segjum við hérna Fibonacci er generator og þá notum við hérna function stjarna og hérna er enda skilgreind eitthvað gildi, ég reynda dæmi frá einhverjum öðrum, þar sem þetta er eitthvað svona hámark af tölum sem við ætlum að ná í, en við byrjum síðan bara á því að segja að fyrstu tölunar eru 0 og 1 og svo á meðan við erum með þessar tölur hérna þá ætlum við að segja að fyrri talan sem við vorum með er núverandi tala, bara þess að geyma í raun tilvik af seinustu tölu, að við þurfum alltaf að leggja það saman og núverandi tala er núverandi tala pluss seinustu talan. Þannig að þetta er í raun bara eins og við hugsum intuitíft Fibonacci. Við erum bara að leggja saman tvær seinustu tölunum sem við erum að horfa á og tölunum sem er vinstra megin og undan. Og svo höldum við bara áfram og gerum þetta út í óendanleikann. Og svo notum við ekki return hérna, heldur yield. Þannig að þá segjum við bara eitthvað, ok, núverandi talan er þá hérna í fyrstu ítrun 0 plus 1, þannig að þá yieldum við 1. Svo næst þegar það er kallað í þennan generator, þá í raun geymir hann alla stöðurnar sem eru þarna. Þannig að þetta er svona continuation, ef það eru búin að læra það í forritunarmálum. Þannig að það er í raun geymd öll staðan sem er þegar það kallað sinnist í þetta. Svo kallað aftur í þetta, þá er bara staðan tekin, henni sett aftur upp. Þá er pre1, current er hérna, nei þá er náttúrulega, eru bæði hérna pre er þá 1 og current er 1, af því að það er þá út frá þessu hérna. Og þá er yieldað 2 og svo framvegis. Þannig að við getum í raun, við þurfum ekki hérna að hugsa eitthvað endaskilyrði. Þetta mun bara yielda tölunni út í óendanleikann. Svo köllum við í þetta hérna, þannig að þá látum við, gerum hérna let n off. Þetta þá tekum við iterator eða svona generator falli og þá verður bara n í raun yieldað gildið í hverri ítrun. Og svo þurfum við bara að passa upp á hérna, við setjum ekkert break eins og ég gerði óvart þegar ég var að skrifa þetta dæmi. Það bara tókst tölvan mín að stíga á loft og ég þurfti að slökkva Chrome af því að hún bara var að reikna Fibonacci út í óendanleikann. Þannig að, og þessi virkni er í raun alveg gasalega sterk af því að það er hægt að búa til svona stöðu sem við getum kallað í hérna, við þurfum að minnka svo mikið stöðu utanumhaldið af því að við getum notað þetta svona, við getum bara pásað inn í þessu generator falli, getum við bara sett á pásu og svo kallaði ég það aftur með einhverju öðru gildi, þannig að við erum alltaf að hérna, geyma alla stöðuna þarna inni. Við þurfum ekki að vera að hugsa það að vera alltaf að geyma þetta og eitthvað bókald hér, ég er búin að kalla í svona mikið, ég fá svona mikið, þetta bara er
geymt fyrir okkur og á mjög effektívan hátt. Svo annað hugtak sem er mjög mikið notað í dag og bara orðin, ef maður að fara til JavaScript, þá eru promises bara eitthvað sem notað í öllu sem eitthvað að gera eitthvað annað en að vera að vinna í minni. Þannig að þetta í raun leið til þess að vinna með svona asynchronous forritun. Og við erum alltaf líka með asynchronous forritun þar sem við erum með að bíða eftir því þegar einhver ýtir okkur takka. Það er asynchronous. Og þegar við erum að fara út fyrir minni í tölvunni, við erum að fara að gera eitthvað kall í einhverja vefþjónustu eða fara í gagnagrunn eða fara á disk eða eitthvað svoleiðis, þá erum við líka að fara út fyrir minni. Og þetta eru hlutir sem taka í raun ótrúlega langan tíma með við það að vera að vinna með kassið á CPU-nu eða vinnsluminnið. Þetta er 3 order of magnitude hægara eða eitthvað. Þannig að þá í raun promise hjúpun á gildi sem mun verða til í framtíðinni og þannig að við erum í raun að fá eitthvað gildi, það mun ekki vera með gildið, þetta gildi sem verður í framtíðin í sér, heldur erum við að fá loforð þetta gildi og svo getum við tekið þetta loforð og lappað það og sett það í föll og gert alls konar við það. Og svo skilgreinum við svona resolve og reject föll sem eru þá þannig að þegar þetta gildi kemur, búið að lesa á grunninum, hér kemur gildið, þá kallað þetta resolve fall og eitthvað keyrt fyrir það sem við viljum að gert sé við gildið sem kemur. Og reject þá ef einhver villa kemur upp. Og svo aftur, svo ég referensi forritunarmál sem by the way uppáhaldskursið minn sem ég tók ef það hefur ekki komið fram. Þá þetta svona monad sem þið munu síðan sjá og áhugaverð fyrirbæri það. En hérna svona dæmi þetta, þannig við ætlum að búa til eitthvað bara mjög, þetta bara svona eiginlega einfaldasta dæmi sem þetta að taka þetta. Við ætlum að búa til eitthvað fall sem tekur inn message og það býður í 2 sekúndur og svo sendir þetta message tilbaka. Þannig að það býr til svona framtíðar message. Það bætir við from the future. Þannig að þetta skilar return new promise og promise með resolve og reject. Þannig að við sjáum við erum að nota arrow function og promise tekur inn resolve og reject. Og við ætlum að segja ef að messageið foo, þá við erum bara algjörlega á móti foo, þá rejectum við strax og þá segjum við bara no foo allowed. Annars búum við til þetta timeout sem að mun resolva promiseið eftir 2000 millisekundur. Síðan kemur hinn parturinn af þessu hvað við gerum þá fáum við föll á promise og þau eru nokkur en það sem við notum langmest then sem þá eitthvað gerist, við búum til þetta future message og þegar það búið þá viljum við gera þetta og þá tökum við inn þetta fall og þá þetta hér fall það sem fer inn í promiseið inn í resolve. Þannig að þetta fall það sem mun keyra þegar að þetta timeout búið. Þannig að þetta fall sem highlightað hér mun keyra eftir þessar 2000 millisekundur. Og þá ef við keyrum þetta og bíðum, þá kemur eftir 2 sekundur. Þetta náttúrulega mjög svona naív dæmi og við munum taka flóknari dæmi þegar við förum að vinna með Node þar sem við erum að gera einhver köll á disk eða við networkið. En þarna í raun, þetta kannski sýnir ekki kraftin í þessu, en svo þegar við erum að rejecta, þá í raun getur það bæði gert það, netið klikkaði, það kom villa frá gagnagrunnum með eitthvað svoleiðis, þá getur það gerst eftir einhvern ákveðin tíma, eða það getur gerst strax, og þá kemur í raun þetta reject fall sem við búum til í promisinu, það kemur þegar við notum cuts, sem cuts, þá þetta hér keyrt. Þannig að þá vorum við með, ef að messageið var foo, þá köllum við reject bara strax. Þannig að þá gerum við þetta og þá kemur strax bara, það strax rejecta, þessi promise strax rejecta. Ok, og svo, fyrst við erum að klára tíman og það að koma prófa strax eftir. Svo getum við tekið þetta promiseið sem skila þarna og við getum flutt það á milli, við getum farið með það inn í föll, við getum sendt það hingað og þangað og þar verður krafturinn þessi svo mikill, alveg búinn að þá getum við tekið þetta og við þurfum ekki að bíða, við þurfum ekki bara bíða þarna, þetta getum við haldið áfram, foo gerir eitthvað og svo, svo allt í einu verður þetta til og þá getur foo sagt hvað það vill gera við þetta og
þetta gerist allt í raun bara lesið niður, línu fyrir línu, en promisið síðan asynchronously keyrt og það kemur síðan inn í á eftir. Þannig að við keyrum þetta svona. Við gerum svona. Þið verður bara að trúa mér. En þetta já. Og svo eru fleiri hlutir, proxy, metaprogramming, mjög áhugavert. Getum við athugað hvað gerist, alltaf þegar við kallar eitthvað fall, getum við proxyað það, segja hei, það var að kalla þetta hérna, en við getum verið svona spæjað það sem við verðum að kalli. Modules, skilgreina kóða, við myndum að skoða það betur, map og set, nýju gagnastruktúrar og svona fleiri hluti sem að verðt að vitum, en skiptir ekki öllu máli fyrir okkur. En takk í dag og góða helgi.